Já, komið sæl. Með þennan háþrýstisvæði stjórnarferðinni hérna yfir Bretlandseyjum og vestanverðri Evrópu þá lægð hérna á Grænlandshafi sem ætlar að koma hérna til okkar og það skilin frá henni sem ganga yfir landið næsta sólarhringinn og síðan á fimmtudaginn mun hún valda mjög hvassri suðvestanátt allt land og það gengur svona ekki niður fyrir aðfaranótt föstudags. Föstudaginum verður við svona aðeins í smá hléi milli lægða því að á laugardaginn kemur þessi lægð hérna sem hérna djúpt suður í hafi á föstudaginum með miklum látum til okkar. Ef við skoðum hitastigið þá hlýtt loft sem fylgir þessari lægð og hitastig gæti farið upp í 5 til 10 stig víða á morgun. Síðan strax annað kvöld þá byrjar að kólna aftur og á föstudaginum að þá verður væntanlega komið frost allt land en síðan mun nú hlýna eitthvað aðeins með lægðinni sem kemur til okkar á laugardaginn. En svona atburðarásin næsta sólarhringinn. Við sjáum skilin koma hérna inn yfir landið í nótt með nokkuð hvassri sunnanátt og síðan ganga þessi skil svolítið hratt eftir yfir landið en það verður eftir hérna svona seinni partur sem kemur til með að valda úrkomu á vestanvert landi á morgun og í fyrramáli þá sjáum við hérna hvernig skilin liggja hérna yfir allri vesturströndinni og það verður sem sagt talsverð rigning og við sjáum á hitastiginu að það komið vel upp fyrir frostmarkið og síðan þegar líður á daginn að þá mun þessi skilgang yfir og annað kvöld að þá fer að taka við nokkuð hvöss suðvestanátt hjá okkur og þá verður með kólnandi veðri og þá éljagangi hérna landið vestanvert. En svona getur þetta þá litið út seinnipartinn á morgun og aðra nótt, suðvestanáttin að taka hérna öll völdin og hún eins og við sjáum hún mjög hvöss hérna, vindhraði víða hérna í kringu 20 metrar á sekúndu sem þá stormur og á fimmtudeginum gert ráð fyrir því að vestanáttin verði mjög hvöss hjá okkur. Það verður stormur hérna og jafnvel rok og það verður éljagangur eða slydduél hérna landið vestanvert. Hitastigið verður svona nálagt frostmarkinu en aftur á móti hérna norðaustan til nú gert ráð fyrir að það verði á mestu þurrt og gæti jafnvel orðið eitthvað aðeins bjart en það verður mjög hvasst á öllu landinu. Nú síðan á seinnipartinn á fimmtudaginn og aðfaranótt föstudags þá fer nú að draga úr þessari vestanátt hægt og rólega. Sjáum hérna hvernig hæðarhryggur að koma inn á landið og það dregur úr vindinum og á föstudaginum að þá verður komið svona nokkuð hæg átt svona suglaði eða breytileg. Það verður svona frost allt land eða svona mestuleyti og einhver snjókoma svona nokkuð víða en þó ekki í miklu magni og síðan á föstudagskvöldið að þá fáum við nýja lægð hérna upp á landinu. Við sjáum hvernig við fáum hérna vaxandi austanátt hjá okkur og það byrjar að snjóa hérna landið sunnanvert aðfaranótt laugardagsins og síðan á laugardaginum að þá þessi lægð að koma hérna inn yfir land og þá verður nú væntanlega snjókoma hérna allt land. Það nú reyndar svona orðið það langt í þetta að spárnar nú ekki mjög nákvæmar þegar við erum komin svona marga daga fram í tíma þannig að staðsetningin nú svona nokkuð að reiki en allavega svona spálíkunum nokkuð sammála það að lægðin verði hérna einhvers staðar á þessum slóðum og við sjáum þá bara betur þegar nær dregur nákvæmlega hvar lægðin lendir. En sem sagt, hjá okkur vaxandi sunnanátt í kvöld og nótt með hlýindum og rigningu hérna allt sunnan- og vestanvert landið. Það rignir nú eitthvað lítilsháttar svona í nótt á norðaustanverðu landinu en ekki mikið og síðan þegar að kemur fram á seinnipartinn þá fer að snúast í suðvestanátt og þá verður hvöss og það fer að kólna og henni fylgir væntanlega einhver éljagangur. En við skulum láta þetta duga að vera í bili. Verið sæl.